Jæja Aron, 1-2 sigur í bikarnum gegn Skaganum í 8. úrslit, þeir eru komnir í undanúrslit, hvernig er tilfinningin? Bara hrikalega góð, virkilega sáttum með leikinn undan skildum kannski fyrstu 10. Fannst þið svona að það var óþarfa lengi eða svona vorum að finna völlinn sem var alveg eðlilegt en mér fannst á meðan þá skiptir orkan miklu máli og það var svona smá svona slopp í hreyfingum og þess áttar en eftir þess að 10 fannst mér taka öll völd á vellinum og hefði svona viljað sennilega bara vinna þetta stærra, mér fannst þið miklu betri. Þetta eru svona aðeins lengi í gang, svolítið svona feilsetningar í byrjun, var það bara, er þetta þessi sem gerist þegar það er leikja á grasinu eða hvað? Já, ekkert endilega á grasinu en það var þurrt gras í dag og blés mikið þannig að á þess að kenna því þá bara skiptast aðsynningar hrikalega miklu máli í uppspili, finna í yfirtölu þannig að þú sért ekki alltaf undir press á boltanum í þessu velli sem við gerðum, vorum undirbúnir að mæta bæði 5-3-2 og 4-4-2 enduðu síðan í 5-3-2 þannig að fundum svæðin og fengum tíma á boltan og gengum að lagið og tókum yfir leikinn. Aron Elís kemur inn á og skora annar mark leiksins, það hlýtur að vera sterkt að vera með svona breiðan hóp og menn með gæði sem geta að klára leikina. Já, ekki spurning, reynda bara allir, Aron Elís, Elli og Viktor og Jói Bjarna og Davíð Atla, þetta er allt stórkostlegir leikmenn og þetta er bara sem við munum þurfa í sumar, við þurfum öllum hópnum að halda, það eru hópurinn sem mun ná markmönnum okkar, ekki fyrstu 11, það mun vera hópurinn og við erum búin að vera að rúlla á liðinu og við munum gera áfram og þess vegna þurfa bara allir leikmenn að vera klárir. Gunnar ekki í hóp og Gylfi Ónadar varamaður, þeir eru auðvitað báðir að koma úr landsliðsverkefnum. Hvernig voru þeir tæpir eða hvernig er staðan á þeim tveimur? Já, Gunnar fór út af aðeins í lokinn á móti Eistum í landsleiknum. Var ekkert alvarlegt en hann var ekki alveg til staðar í dag. Hann Gylfi kom bara inn og þurftum styrkleika Gilla nýttust vel í þessu leik, mikið að háloftum og verja teginn sem hann er gríðarlega sterkur í. Þannig að hann kom bara gríðarlega vel inn. Gylfi var svona öðru tímabelti og kom langt ferðalag og kom seint heim í gær þannig að það var bara ákveðið að byrja með hann á bekknum að hann til taks og okkur fannst við síðan ekki þurfum að halda í þessu leik þannig að þeir koma vonandi báðir bara sprækir inn í næsta leik, ég ger allan ráð fyrir því. Níko, hvernig er staðan á endurkomi í honum? Níko byrjar að æfa, þannig að það bara hættum við að fara að sjá hann á völlin von bráðar, hann byrjar bara að líta vel út og búinn að ná núna heldur í æfingaviku þannig að við munum bara sjá hann í næsta leikum. Fyrsti leikur þar sem að Ögmundur er á bekk, nýbúinn að skrifa undir. Hvernig svona hefur hann verið aðlagast og hvernig sérðu hlutverki hans fyrir þér? Já, bara það verður bara hörku samkeppni við Aron sem er staðið sem mjög vel en gríðarlega mikilvægt að fá hann inn og veita honum fulla samkeppni. Svo við fengum feedback frá Arnari, fengum svona að nota hann til þess að fylgjast með honum í landsliðinu og gefa okkur feedback. Þetta var langt síðan hann spilaði þannig að það var svona erfitt að vita akkurat standið á honum en fengum mjög gott feedback og treystum á það og fengum hann og eftir að hann kom inn bara þvílíkt flottur, virkilega sjarp í góðu standi og ógeðslega vókal sem er gríðarlega mikilvægt þannig að hann hefur komið gríðarlega vel inn á æfingasvæðið og vonandi bara síðan á völlinn einhvern tímann að slást við Aron. Við erum 13 leikir búnir á tímabilinu, 12 sigrar, 1 jafntefli, þar af 11 sigurleikir í röð. Hvað er þið að gera svona rétt? Ég held að sé bara að við pælum í hverjum einasta detail, við vitum að hvert einasta smádrið í leiknum getur breytt næstu 5-10 mínútur leiksins. Ef að uppspil hefnast ekki eða pressa hefnast ekki þá geta þeir fengið momentum og við þurfum að surfa í næstu 5-10 mínútur í staðan fyrir að vera ofan á. Þannig að sem getur oft leitt til marks eða hvað það er. Þannig að við hömrum á að vera alltaf klárir. Hvert einasta moment í leiknum, hvort þessu seinni bolti eða hver einasti detail og þeir hafa gert það virkilega vel hingað til. Þess vegna held ég að það hefur verið svona, við höfum verið svona virkilega massífur og komið inn í hvern leik með hörkustig og einbeittir sem við þurfum að halda áfram því að við megum ekki slaka á og nógu leikjum framundan og sérstaklega þessi mánuður og svo kemur Evrópan, þannig að þetta er bara veisla framundan en þetta er bara sem að koma skal hjá okkur. Nú komnir í undanúrslit, er einhver draumaleikur sem býður eitthvað þar? Ekki Breiðablik úti, það var ekki drauma. Ég held að það sé komið. Ég er búinn að fá að vita að Breiðablik úti en þetta er bara geggjað. Við erum að fara erfiðustu leiðina, Fram úti, ÍA úti og Breiðablik úti.
meira sér kortum úti, en hérna, ég bara vona þá bara eins og við höfum fengið stuðningsmennina okkar gríðarlega eins og í kvöld að mátti ekki heyra á hvoru heimavelli þetta var, þannig að ég vona bara að þeir gera þetta eins miklu heimavelli og hægt á Kópavogsvelli, en við erum bara gríðarlega spenntir að fá svona hörkuleik og hérna, bara gaman. Takk fyrir. Takk.